með á Facebook. Sportdoktorinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportdoktorinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og ég sagði við ykkur, þá komið að síðasta viðmælanda kvöldsins og það Magnús Tryggvason, sundþjálfari hérna á Suðurlandi. Kottu blessaður og sæll hefðingi? Já, blessaður. Hvernig hefur það? Gott. Herðu, það alltaf mikið að vera í sundinu en já, nú áttu við Sunnlending eða ekki loksins á Norðurlandamóti fyrst í langa tíma? Jú, það sko við áttum síðast keppanda á Norðurlandamóti unglinga eins og það hét fyrir 10 árum síðan. Það var Hjalti Rúnar Oddsson, hann keppti á þessu móti 2003 og 2004 og síðan þá höfum við Sunnlendingar ekki átt sundmann í unglingalandsliði. Þangað til núna að Snæfríður Sól Jórunardóttir sendir sig inn í þennan landslishóp með glæsi brag núna í haust. Og já, það má kannski kominu það já, það var núna helgina eða ekki bara sem að Norðurlandamótið var? Jú, það var haldið Norðurlandamóti í splunkunir í sundlaug í Bergen í Nóri sem heitir Alexander Dale Owen svömmestadion í höfuð á honum Alexander Heitnum sem var besti sundmaður Norðurlanda, lést svona mjög sviplega árið 2012 og hjartaáfalli og frábær 50 metra sundlaug með dýmingarlaug og öllum pakkanum og það fór vel í krakkana. Já. Gott laug. Voru margir keppendur frá Íslandi? Já, það voru 18 keppendur frá Íslandi og þessu skipt í 2 hópa. Það annars vegar unglingahópur og það hjá stúlkum þá var það 99, fædd 99 og yngri, 1999 og yngri og síðan fullorðinshópur til það sem eldri en það. Þannig að þetta orðið hörkumót og það voru meðal annars keppendur frá Norðmönnum á þessu móti sem voru að keppa á Evrópumeistarmótinu 25 metra laug helgin á undan. Þannig að þetta hressileg flott mót þarna? Já, þetta orðið gríðarlega sterkt og skemmtilegt mót. En já, hún ef ég að lesa rétt að þá stóð hún Snæfríður sig alveg virkilega vel, Snæfríður Sól Jórunardóttir? Já, hún gerði, þetta var mjög gott mót hjá henni. Það þannig með þessa stelpu að hún fædd í Hveragerði og alveg farið upp, þannig að hún rúmlega 10 ára og mamma hafði nú miklu áhyggjur af því að hvort hún var ekki alltof ung til þess að fara að æfa sund því að hún byrjaði að æfa sund skipulega áður en hún byrjaði í skóla. Já. Og ég byrjaði sjálf í Hveragerði 2004, haustið 2004 og ég held að hún byrjaði að æfa eitthvað tímann 2005 og ég sagði nú við Jórunni að þetta snerist ekki alltaf aldur, heldur getu og vilja. Og það var nú bara þannig að eftir hún mætti á fyrstu sundæfinguna þá heldur hún hafi ekki sleppt æfingu þangað til við fluttum til Danmerkur nema bara að það væru mjög alvarleg veikindi eða eitthvað svoleiðis. En sund íþróttin sjálf, það ekkert allir sem gerir sér grein fyrir æfingarna sem þarf til þess að ná árangri á svona aðeins út fyrir Ísland? Sko, það raunin þannig, ef þú ætlar að komast til dæmis eiginlega ef þú ætlar að komast í úrslit á Íslandsmóti vera í topp 8, þá þarf það að vera að æfa 6 sinnum í viku. 1,5 til 2 tíma. Ég kom með háspörur, já. Það bara þannig. Og eiginlega allir þessi krakkar sem voru þarna, þessi 18 Íslendingar sem voru að keppa æfa meira en 6 sinnum í viku einhver tíman á tímabilinu. Það kannski ekki verið að taka morgunæfingar allt tímabilið en það kemur kannski ákveðin tímapunktur þar sem að fara að massa eitthvað ákveðið magna metrum og þá skella menn sér á nokkrar laufléttar morgunæfingar. Og já, þetta ákveðið magna kílómetru þá í heildina sem þeir eru að taka á viku? Já, þetta náttúrulega sko þjálffræði og þjálfun sundmanna hefur tekið gríðarlegum breytingum
bara á síðustu 20 árum og þetta orðið miklu einstaklingsmiðara og hnitmiðara og það eru, þú getur tekið upp sundið hjá sundmannum á iPhone Plus símanum þínum og sýnt honum þegar hann hvílir sig og bent honum á hvað hann má gera betur og ýmislegt þess áttar sko, þannig að og alls konar greining á sundtækni og svoleiðis orðið miklu betri heldur en áður og náttúrulega bara þekking fólks á mannslíkamanum hvernig hann hegðar sér og bregst við ákveðin þjálfun fer fram með hverju árinu, það bara svoleiðis. Og já, þú ert náttúrulega búin að þjálfa í hvað, 20 ár? Ég búin að þjálfa hérna á Suðurlandinu eða á Selfoss og í Hveragerði í þessi 21. tímabili mitt. En þannig að ég þjálfaði náttúrulega í 10 ár í Vestmannaeyjum þar á undan sko. Já, þannig að þú ert búin að fara úr stílabókunum yfir í einhverja hátækni? Já, sko ég nú kannski ekki mjög mikið í því, en í grunninn þá snýst þetta náttúrulega mjög einfalda þætti. Þetta snýst einfallega það að mæta á æfingar og leggja þessu 100% fram á öllum æfingum. Það náttúrulega alltaf til bóta ef að sá sem stendur upp á bakkanum hefur þokkalegt vit á sundi. Það ekki verra. Nei. En það hægt að komast ótrúlega langt á dugnaðinum og eljunni. Það nú bara þannig. Já, okay. En já, nú var það bara líka það síðustu helgi Eygló Gústafsdóttir, hún heldur áfram að toppa sig. Já, hún stóð sér frábærlega vel á þessu Evrópumeistaramóti hérna í Ísrael fyrir 10 dögum síðan og ég nú náttúrulega búin að fylgjast með þessari stelpu synda bara síðan hún var 10 ára gömul og úrslitasundi hennar í 100 metra baksundi var í fyrsta skipti sem að maður gæti sagt ok, þetta var 100% sund, hún hefði ekki getað gert þetta betur. Það gekk allt upp og þegar þú ert komin á þetta stig að vera að keppa til úrslita stórum alþjóðlegum mótum þá þarf að fara saman náttúrulega líkamlegt atgerfi og ekki síður andlegur styrkur og það kannski það sem að Eygló hefur svona kannski helst vantað en hún náttúrulega sýndi það á þessu móti með því að komast í úrslit í 3 greinum og komast á verðlaunapall í 2 að hún búin að taka stórstígum framförum á því sviði, það algjörlega klárt mál sko. En nú eigum við orðið svona, höfum alltaf átt í gennum tíðina afreksfólk í sundi, þetta litla Ísland sem hafa náð að koma svolítið langt. Er það út af því hvað við erum bara dugleg eða er aðstæða eða þjálfun eða er þetta bara allt sem tengist einhvern veginn? Sko, það hefur verið þannig gegnum tíðina við höfum átt einn frábæran sundmann á 10 ára fresti. Edvard Eðvarsson var á verðlaunapalli á alþjóðlegum stórmótum 85, 6, 7, 8 og aðeins fram yfir. Örn Arnarsson á toppnum í kringum 2000 og síðan kemur svona lengra bil en það sem að gerast núna í fyrsta skipti í sögunni að árið fyrir ólympíuleika eru 3 sundmenn búin að tryggja sér inn á ólympíuleika og búin að ná lágmörkum sem eru í dag mun erfiðari heldur en fyrir síðustu ólympíuleika. Það alltaf verið að breyta aðferðafræðinni við að velja fólk inn á leikana og þetta snýst að halda ákveðnum standard og ákveðnum fjölda. Því að það eru bara x margir íþróttamenn sem komast fyrir ólympíuþorpinu og þetta snýst svolítið það. Og við erum sem sagt með Anton Svein Maki sem er búinn á lágmarki 200 metra bringusundi, stundarnám við Alabama háskóla í Bandaríkjunum og það var nú fleiri íslendingar stundarnám þar. Arnar Freyr Ólafsson, núverandi frömuður í ferðaþjónustu, stundaði nám þar á bilinu 93 til 96, 7. Ragnheiður Runósdóttir synti þar með miklum bravúr í kringum 1990 og sko yfir
spekulant Íslands Guðmundur Harðarsson, hann stundaði nám þar í kringum 1970. Þannig að þessi skóli er auðvitað að virka fyrir Íslendinga. Svo eru náttúrulega með Hrafnhildur Lúthersdóttur sem er búin að ná ólympíulágmörkum í 3 greinum, 200 metra fjórsundi og 100 og 200 metra bringusundi. Hún hafi verið í Flórída og stundaði nám við Flórída háskóla sem er einn af 10 sterkustu háskólum í Bandaríkjunum í sundi, og meðal útskrifara nemenda úr þeim skóla er Ryan Lochte sem hefur nú síðustu 10 árinni helsti keppinutur Michael Phelps. Þannig að hún er á frábærum stað í sínu prógrami. Og svo erum við með Eygló Gústafsdóttur sem er að æfa í Reykjavík hjá AG undir stjórn Jackie Pellerin sem er franskur og svona hefur unnið sér að helstu fræðar að þjálfa náunga sem heitir í skemmtilega nafni Frank Esposito og átti heimsmet í 200 metra flugsundi í 25 metra laug og milli 1990 og 2000. Þannig að hann er algjörlega hókinn af reynslu og það hefur verið mikið metnaðarmál hjá honum að sýna fram á það að það sé hægt að ná heimsklassa árangri og æfa á Íslandi og þessi árangur hjá Eygló á Evrópumótinu sýndi það svo sannarlega. Það er hægt. En nú erum við enn og aftur að falla tíma, en Magnús, svona í lokin þá verði að þrykkja þig eins og með alla aðra viðmælendur mína, ef þú þyrftir að velja íþróttamann ársins núna í dag yfir árið 2015, það er náttúrulega erfitt að velja því að þetta íþróttaár var rosalegt. Sko, í mínum huga þá ég sitt nú með þetta fyrir fram að mig, sem sagt blað sem að við erum í sundsambandinu búin að senda, ég er formaður landsliðsnefndar í sundi og við sem sagt sendum á íþróttafréttamenn samantekt sem bestu afrek og ég á mjög erfitt með að gera upp á milli Hrafnhildar og Eyglóar Óskar. Þetta er svo gríðarlega jafn árangur hjá þeim. Ég, sko, ískaldur, þá myndi ég setja þær í 1-2. Það er bara þannig. Nákvæmlega. Ég held að ég komið tími á stelpunar. Og þetta er nú líka lygilega ræfingar sem er að taka. Ég er ennþá að reyna að jafna mig á því það sem Hrafnhildur sagði hérna í viðtalinu þar seinasta mánudag hérna í sportþættinum að hún væri, svo bara svona einfaldar æfingar 6-7 kilometrar. Já, það var einmitt síðasta æfing áður hún mætti hérna á Íslandsmótið. Á miðvikudaginn var 7 kilometra æfing, flýgur svo heim á miðvikudagskvöldi, lendir klukkan 7 á morgni og er komin í laugina klukkan 8 á föstudegi og setur fyrsta Íslandsmeti fyrir klukkan 10. Og setti 7 met þá helgi. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Algjörlega ókvíld og ég er gríðarlega spenntur fyrir næsta ári. Það er Evrópumeistaramót í maí í London og Ólympíuleikar í Ríó náttúrulega í ágúst og við erum hreinlega dauðafæri að vera með allt ekki 3 sundmenn í úrslitum á þeim Ólympíuleikum ef allt gengur upp. Þannig þetta verður frábært að fylgjast með. Magnús Tryggvason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og með sundárið 2016 vera meira þess að bara vonandi bara betra en á þessu ári sem var nú alveg frábært. Já, við verðum að trúa því og takk kærlega fyrir gestur. Já, takk svo leiðis. Ég fer nú að kíkja í sundbrála og láta þið kenna mér réttu handtökin. Já, við byrjum bara að beygja kreppa. Jú, ég held það. Allt í góðu. Bestu þakkir. Já, sportþátturinn verður ekki lengri að sinni. Ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustun í kvöld og ég verð hérna næstkomandi mánudagskvöld. Fylgið okkur á Suðurland FM alla vikuna. Það er nóg í pakkan, hægt að ná í. En njótið fyrst og fremst vikunar og verið góð við hvort annað. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir Sportþátturinn mánudagskvöld.